Komið sæl, kæru ljón. Þá er komið að spilum fyrir ykkur og ég verð að biðja ykkur að fyrirgefa ef þið heyrið mikið læti í veðrinu. Það hefur aðeins slotað síðan áðan, síðan ég var að lesa fyrir annað merki. En það heyrist að kemur svona í hreiðjum á gluggan hjá mér því ég sit nefnilega við glugga. Þannig að regnið og stormurinn bylur svolítið á glugganum inn á milli. En ég ætla að reyna að tala frekar hátt og vera nálægt mikrofónunum, þannig að vonandi kemur það ekki að sök. Eins og þið vitið þá er óveður búið að vera að ganga við landið. Og lítið sem maður getur gert í því. En ljónin mín kær, spilin þín, ætlaði ég að segja mér að þú sért að takast á við breytingar, annaðhvort nýbúin eða breytingar sem standa yfir ennþá eða á næstunni. Og þessar breytingar gætu falist í flutningum, breytingum á húsnæði, kaupi eða sölu og eitthvað segir mér að það sé tengsl hérna við önnur lönd. Ef að þú ert karlmaður, þá gæti nú þessi hérna tákna bara þig. Þetta er bara maður sem er í góðri stöðu, öruggur með sig og ákveðinn í því hvað hann er að gera. En eins og ég sagði stendur hann í breytingum. Nú ef þetta ert ekki þú, þá er þetta bara maður í lífið þínu. Annaðhvort einhver sem þú ert í sambandi við eða getur verið góður vinur og hann getur verið að aðstoða þig í gegnum þessar breytingar, við þessar flutninga og það svona, já, það gengur á ýmsu, það er hérna engin lokkmolla í kringu þig, kæra ljón, og krafturinn sem að einkennir þig er svolítið áberandi þessa dagana. Og af hverju ég er að tala hérna um flutninga, það er líka út af þessu húsi, þessu fallega húsi sem það er nú bara eins og hálfgerður kastali. Og tilfinningin segir mér að þú sért að fara yfir í betri stað eða betra ástand heldur en þar sem þú varst. Og það getur líka tákna bara stöðu í lífinu, þannig að þú ert að taka framförum og þessar breytingar verða til þess og hjálpa þér til þess að komast áfram. Ef það hefur verið einhvers konar stöðnun í lífið þínu sem ég er samt ekkert viss en einhverja hluta vegna þá var bara kominn tími á þessar breytingar hjá ykkur, kæra ljón. Og tengingin við önnur lönd er hérna dálítið áberandi. Ef til vill hefur þið alltaf langað að prófa að fara erlendis og búa að starfa þar. Ef til vill ertu nú þegar í þeirri stöðu að vinna erlendis og það er eitthvað við þá stöðu sem er ekki að gera fyrir þig það sem þú varst að vona. Auðvitað er þetta mismunandi eftir hverju einu ykkar, kæru ljón, en fyrir einhver ykkar hér þá er það að búa á einum stað og vinna á öðrum stað
það svolítið búið að teygja ykkur sundur og saman og þú ert sérstaklega búin að finna fyrir þessu undanfarna mánuði skulum við segja eða síðastliðið ár. Og það söknuður hérna eftir einhverju meiru. Það er að segja að þú hefur allt til alls, en það er eins og þú saknir, það er einhver fortíðarþrá í þér, skulum við segja. Kannski saknaru einhverja góðra tíma sem voru í fortíðinni eða manneskjur sem tengjast þér úr fortíðinni hafa verið að leita á huga þinn undanfarið. Mest af öllu finnst mér þó eins og þetta sé tilfinningin að vera einn. Þannig að þetta er kannski söknuður eftir félagsskap. Ef til vill þráir að vera í sambandi en býrð ein eða einn. Og það að vera í 2 löndum getur valdið því að þú ert svolítið úr tengslum við vini eða umhverfi eða fjölskylduna þína og það er það sem að kemur hérna upp eins og að þið finnst eitthvað skorta í lífið þitt og þú þráir eitthvað meira og betra. Já. Svo er þetta aldrei sérstakt hérna sem kemur upp hjá þér, kæra ljón, sem hefur nú ekki verið í síðustu lesturum hjá mér, en það kemur upp hérna maður, mature man eins og stendur hér, það er að segja þroskaður maður. Þetta finnst mér vera maður sem er farinn úr þessu jarðlífi, einhver sem tengist þér sem sagt yfir tengist þér að handan eins og sumir segja. Ég nota nú sjaldan þau orð, en þessi maður er ekki á lífi í kringu þig í dag, heldur er þetta maður tengdur þér og tengdur inn í fortíðina þína. Hann sýnir sig sem eldri mann og þetta er föðurímynd eða hreinlega bara faðir þinn, gæti verið afi, föður bróðir eða eldri frændi eða vinur sem hefur verið nokkurs konar föðurímynd þín í þessu lífi og það stafar frá honum mikilli festu og öryggi og kærleika. Þannig að tengingi við þig er afskaplega ljúf og hann er að hvetja þig og nú verð ég bara að segja þér skilaboðin sem hann kemur með. Hann er að hvetja þig til að fylgja því sem að þú ætlar þér. Fylgja þessum breytingum eftir. Það er þess vegna sem hann kemur hér upp. Hann er ekki beint að hvetja þig til að fara erlendis eða vera erlendis, heldur er hann að biðja þig að fylgja hjartanu. Hann skynjar og veit þennan söknuð, þessa vöntun sem er búin að vera í brjósti þínu, segir hann, dálítið lengi. Og nú kemur tengingin aftur sterkari upp og ég er nokkuð viss að þetta sé faðir þinn. Þú saknar hans líka og hann er ef til vill búinn að vera í huga þér undanfarið í tengslum við allar þessar breytingar sem þú ert að spá í.
og bara demdu þér í þetta, segir hann. Þú hefur allt sem þú þarft til þess að láta draumana þína verða veruleika. Það er kominn tími til að þú látir eftir þér ýmsa hluti. Það er kominn tími til að þú hleypir ástinni meira inn í líf þitt. Og það er kominn tími til að þú ræktir ákveðna þætti í sjálfu þér sem þú hefur ef til vill sett á hakan eða látið sitja á hakanum. Ok. Ég ætla að taka hérna nokkur spil í viðbót. Ok. Það getur verið að þú hafir haft þennan mann fyrir rangri sök eða hann hefur haft þig fyrir rangri sök. Einnig fæ ég að þið hafið ekki náð ef þið vilja kynnast hliðum hvors annars nægilega vel, því það hefur einhver misskilningur verið á milli í ykkar tengingu þar sem að þið hafið dæmt hvort annað eða hvort annan of hart. Og honum er mikið í mun að láta því vita að þetta á ekki við rök að styðjast. Hvað það nákvæmlega veit ég ekki. En síðan kemur hérna upp einhvers konar afhending á gjöf sem að þú þarft að opna fyrir og taka á móti. Gæti komið í gegnum opinberan aðila, einhvers konar lögreglu eða pósthús eða það er einhver hér sem að svona stendur fyrir eitthvað yfirvald og þaðan kemur þessi gjöf. Þessi maður er ennþá að tala við þig, hann vil taka fram eitthvað varðandi veikindi sín eða veikindi þín. Og hann er að tala um að þau veikindi hafi kannski tekið meiri toll heldur en fólk vissi. Nú finnst mér ég komin í svolítið svona bara persónuleg skilaboð hérna sem er mjög sérstakt því að þegar ég er að lesa svona þá er ég að lesa fyrir nokkra aðila og marga jafnvel, en kannski eiga þessi skilaboð við hjá fleiri aðilum og ég ætla bara að halda áfram. Ef að þú, kæri krabbi, ert kona, þá er verið að tala hér konu sem er reið eða afbrýðisöm vegna einhvers lagalegs máls sem að hefur verið í gangi. Það getur verið einhvers konar þræta eða skjöl eða pappírar sem hefur ekki verið gengið rétt frá og þú getur fundið frá öðrum líka erfiðar tilfinningar varðandi það ef þú hefur til dæmis verið að taka við arfi
eða ganga frá einhvers konar greiðslum. Þá einhverjir erfiðleikar í sambandi við annað fólk og þér finnst þú ef til vill hafa verið hlunnfarinn að einhverju leyti eða einhverjum öðrum sem kemur að þessu máli og finnst þú hafa fengið meira en þér ber. Ég bara verð að segja þetta nákvæmlega eins og þetta kemur til mín. Ég átta mig ekki alveg á því hvað þetta er. Þetta gæti tengst breytingunum sem komu upp hérna fyrst og ef að þessar breytingar fela í sig til dæmis kaup eða sölu á húsnæði, þá myndi ég athuga mjög vel með alla pappíra að allt sé löglegt og rétt frá gengið til þess að verði engin leiðindi að misskilningur við aðra og hjá einhverjum ykkar gæti finnst mér eins og þetta tengist inn í fjölskyldun ykkar nánustu jafnvel. Ok. Já, það er einhver hittingur eða fundur sem að þarf að eiga sér stað hérna. Ef að þú ert ábyrgðaraðili í einhverju máli og þarft að standa fyrir máliðinu og leggja fram einhvers konar skjöl, reikninga eða pappíra, þá bara gæti orðið einhvers konar misskilningur eða leiðindi út af því. Ég bara, því miður, ég verð bara að segja það sem kemur hérna upp. Það er erfitt ef þú þarft að standa ein eða einn í því, þannig ég ráðlegg bara að fá einhvern annan með þér til aðstoðar. Til þess að þurfa ekki að taka á móti einhverju óréttlátri gagnrýni fyrir eitthvað sem þú átt ekki sök á. Það gæti verið miklu peningar hérna í spilinu og þegar að peningar eru í spilinu sýnir fólk á sér ótrúlega hliðar sem að geta verið grafnar mjög djúpt og þú hefur aldrei séð eða fundið fyrir áður. En peningapúkinn er skæður. Þetta mun allt leysast farsælega sem betur fer og ef þetta tengist vinnu þá færðu aðstoð hérna frá manneskju í vinnunni til að ganga frá. Ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta er. Svo er hér óvænt ferðalag eða ferðalag þar sem eitthvað óvænt gerist. Það getur verið að einhver opinberi tilfinningar til þín því að ástin er að læða sér hérna inn í spilið þín. Kæra ljón. Þetta er falleg ást, þetta er örugg ást, hlý og staðföst eins og þarna stendur og það sem þú þarft að gera er að taka á móti með opnum örmum. Gæti tengst gjöfinni sem kom hérna áðan upp. Já. Ok, þá förum við alveg að ljúka þessu. Kæra ljón. Hér koma bara frekari upplýsingar ástina. Það er að breytast í lífiðinu og að ástin er að koma inn. Og ég held að föður ímyndin hér sem kom áðan brosir út í annað. Og hann veit eitthvað sem að þú kannski veist ekki alveg. Þetta á eftir að setja lífið þitt í uppnám, en uppnám getur líka verið af jákvæðum toga.
sem sagt skekur aðeins upp og hristir upp í lífið þínu og við endum síðan á svona þessu fallega spili hérna. Hér stendur heimili, grundvöllur, ást, væntumþykja og vinátta. Lífið þitt að fara að breytast, kæra ljón, til hamingju með þetta allt saman. Gangi þér vel, ljós og kærleikur.